Hvað ofauðgun? Ofauðgun þegar of mikið af næringarefnum berst út í umhverfið, til dæmis nitur og fosfórsambönd. Við getum verið með tún sem einhvers staðar og á túninu verið að rækta eitthvað. Bóndinn kemur og setur á áburð, en hann setur kannski aðeins svo mikið eða það kemur bara ausandi rigning þannig að áburðurinn lekur hérna út í næstu tjörn. Þá getur það gerst að þörungum sem að nýta sér þessi efni, þeim snar fjölgar. Það ekki alltaf lagi? Ja, sjáum til. Þá meira að borða fyrir alla. Það fjölgar bara lífmassanum í tjörninni. Þá hafa hinir sem að borða lífverðna sem borða þörunguna meira að borða og það fjölgar einhvern veginn öllum. Þá fer eitthvað af þessum lífverðum að deyja, falla á botnin og þá koma rótverur, bakteríur aðalega, líka sveppir, og fara að éta lífverurnar og þær bakteríurnar þegar þeim fyrir að fjölga verulega og kláraðar súrefni svolítið hratt og súrefnið, hinar lífverurnar klára líka súrefni. Þegar það orðið lítið súrefni eftir, þá fara bakteríurnar að stunda efnahvörf sem að þar sem verður til efni sem heitir brennisteinsvetni, sem eitur. Og það þessi svarta slíkja sem maður sér stundum í tjörnum og mýrum, vond lykt af þessu, svona íldulykt af þessu. Og þegar það fer að gerast, þá bara deyr tjörnin. Og hluta til út af súrefnisskorti, hluta til út af þessu eiturefni, það getur lagast aftur. Brennisteinsvetnið getur brotnað niður, súrefni kemur smám saman aftur í vatnið, en það getur tekið mánuði, jafnvel ár að gerast, þannig að þetta lagast ekkert 1, 2 og 3. Þannig að bóndinn þarf að passa sig, setja ekki of mikinn áburð, passa hvernig veðrið þegar hann setur áburðin á, svo að sé passleg rigning. Þetta gæti líka verið bara versmiða eða einhver matvælaframleiðsla. Það þarf að passa hvaða efni fara út í umhverfið. Við eigum ekki að setja mjög næringarík efni bara út í umhverfið. Skólpið okkar til dæmis fer að mestu leyti í gegnum, allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu, gegnum hreinsistöðvar, þar sem að þetta að hluta til broti niður áður en þetta fer út í umhverfið til þess að raska jafnvæginu í náttúrunni.